Elías Kristjánsson, þjálfari. Eli, Hamar á sunnudaginn, það verður alvöru. Hamar náttúrulega, þeir eru rosalegir núna. Já, þeir eru rosalega sterkir. Þeir eru eins og staðan núna held ég öðru sæti og við erum neðstir, þannig að það bara hörkuleikur framöndan. Þeir eru fengu til sín Steina á Breiðablik og hann heldur góður. Svo erum við Örn, þannig að þeir eru mjög sterkir inn í teig. Og svo erum við með aðra spilar eins og Dóra sem hörku þriggjastaðskið þannig að það ýmislegt sem maður þarf að huga fyrir leiknum en við reynum að finna lausn á því. Við getum eiginlega sagt að þú nefndir nú Steina að sko þeir eru með sterkan erlenda leikmann sem að taka skora einhver 24 stig á meðaltali. Steini náttúrulega ekkert annað en bara atvinnumaður, svona eins og hann að haga sér í leikjum. Hann að taka sko næri 15 fráköst og 19 stig. Þessi maður ekki hægt. Nei, hann rosalega góður en jó, hann alveg hægt, það hægt að stoppa hann og við munum sýna það á sunnudaginn. Og við erum náttúrulega líka með sterkan erlenda leikmann sem á mikið inni, seinasta leik sem hann spilaði, þá var hann nýlendur. Þannig að hann búinn að vera að koma rosalega flott inn í þetta hjá okkur og kemur svona svona reynslu inn í þetta. Þannig að það bara frábært sko. Og það ekki að losa kannski svona álægi á öðrum strákum? Já, algjörlega sko, menn svona, þeim var svolítið hent í djúpulaugina, þannig að hann svona tekur smá af þeim sko, en samt þurfa þeir náttúrulega að spila körfubolta, við þurfum að vinna leikina sem lið sko. En það já eins og þú segir, Hamar öðru sæti yfir neðstir, það þýðir ekki að væla. Það hægt að klífa öll fjöll. Já, við hugsum þetta núna bara að koma með hann, við erum bara að byrja nýtt sísón. Ég bara til okkur vera samkeppnishæfa núna eftir við fengum með erlenda leikmann, öll liðin með erlenda leikmanna, til dæmis eins og Ía núna var að fá sinn gamla og skipta út, þannig að maður svolítið svona kannski, það svolítið erfitt þegar maður ekki með einhvern atvinnumann í liðinu, en vonandi bara kemur þetta núna og þá svona það oft þannig þegar erlendi leikmannir að spila að þeir svona geta gert aðra í kringu sig betri og ég til að Frisko sé einn af þeim sko. Eli, þú brattur núna? Já, það ekkert annað, maður bara jákvæði sko. Svo má ekki gleyma að hafa gaman að þessu sko. Það náttúrulega auðvitað það sem verður að vera til þess að vinna leikja og þarftu líka að hafa gaman af hlutunum. Já, algjörlega sko. Ég meina við erum allir hérna að leggja okkur 110% fram og það nú bara einn atvinnumaður í liðinu, þannig að hinir eru bara að gera þetta þeim finnst skemmtilegt í körfubolta og vilja vera betri og við förum bara með það inn í tímabili sko. Og menn ekkert að velta sér upp meiri heldur en að ná sem mest út úr sjálfum sér og þá verða það betri. Já, algjörlega sko, bara þýðir ekkert að vera grafið svona ykkur gröf og fela sig. Ég meina við erum hérna að mæta á æfingar hverjum einasta degi og reyna að vera betri og finna svona bestu leiðina fyrir okkur til að spila sko. Það verður engin skotgrefa hernaður hérna á sunnudaginn, heldur bara taumlaus gleði og loksins getum við fara að senda út fyrir þá sem nú þetta komið í lag sem netmál, þannig að leikurinn verður væntanlega í beinni, þannig að fyrir þá sem ekki komast. Það flott bara, ég hveti allir til að horfa á. Við eigum örugglega okkar aðdáendahóp fyrir sunnan en það, eftir að Óli og Sindri og þeir geta fylgst með. Já, og meira þess að við höfum fengið sko posta erlendis frá, þannig að menn eru víðar, við eigum aðdáendur víða. Já, Þór allstaðar. Og svo náttúrulega körfubolti, þetta bara þannig íþrótt að það vilja allir fylgjast með. Já, algjörlega sko, þetta yndislegt íþrótt. Þess vegna maður í þessu. Eli, gangi ykkur vel á sunnudaginn. Já, takk fyrir það.